KA og Þór skildu jöfn í fyrri derbíleik-liðanna á Akureyrarvellinum. Lokastaðan var 1-1 og sáu Þórsarar að skora bæði mörkin. Fyrst Guðmundur Valur Sigurðsson í mark KA-manna og svo Júlíus Tryggvason í eigið mark. Lagsdal fyrir Framari sem sendir boltan hér á félaga sinn út í hornið. Sending fyrir markið, undan vindi í fyrri hálfleik. Og oft á tíðum þá skapaðist mikil pressa við mark Þórsara. Og við skulum sjá hvernig þessum málum vindur fram. Hér eiga KA-menn hornspyrnu og það er Gauti Lagsdal sem tekur hana. Gauti er eins og ég sagði fyrir leikmaður með Fram, ákaflega sparkviss og hefur það hlutverk í KA-liðinu eflaust að dreifa spili liðsins út víða völlinn og gengur oft mjög vel hjá honum með það mál. Sendir boltan oft á tíðum vel á framherjina, góðar og hnitmiðar sendingar, en hér eru KA-menn þeir ná boltanum strax á Þórsurum og það má kannski segja að vandamál Þórsara í þessum leik hafi verið miðjan liðsins. Þeir voru öllu baráttuglaðari og ákveðnari miðjumenn KA í þessum leik heldur en miðjumenn Þórsara og unnu oft á tíðum flesta bolta. Hér eru KA-menn með boltan. Erlingur sendir hér boltan niður en það er Einar Árnason sem að stöðvar þetta. Hann sendir boltan langt fram kantinn hér og Hlynur og í lok leiksins þá gerðist nú atvik sem að við fáum nú reyndar auðvitað að sjá hér á eftir en olli umtali. Þar vildu KA-menn heimta vítaskasti varnarmaður KA-manna, leikmaður númer 5. Nú bróðir hans Jón Kristjánsson leikur þarna líka í KA-vörninni. Hér er Júlíus Tryggvason og Nói Björnsson sendir boltan tilbaka á baldinn. En við færum okkur yfir á vallarheimili KA. Þar er Haukur Bragason með markspyrnu. Júlíus Tryggvason, hann hreinsar hér frá Þórsvörninni og við tökum eftir því að KA-menn hafa boltan meir heldur en Þórsarar. Hér er boltan lyftinn á teiginn og þar stökkva þeir upp saman Nói sýnist mér og Anton Karl og Antoni mittir sig eitthvað þarna lítilsháttar sem betur verið ekkert alvarlegt. Nú Þórsarar snúa hér vörn í sókn og hér er skyndisókn. Hlynur er einn á móti varnarmanni KA hér. Laglega gert í honum, hann sendir boltan inn á markteiginn og þar kemur Guðmundur Valur og sendir boltan örugglega í netið. Staðan 1-0 fyrir Þór. Og það má kannski segja að þetta mark hafi verið gegn gangi leiksins. En það er nú einu sinni svo í knattspyrnunni að það lið sem sækir vill oft gleyma sér í vörninni og það gerðist þarna einmitt í KA-vörninni. Þeir skilja Guðmund Val þarna aleinan eftir á markteig og hann skoraði fyrsta mark leiksins, staðan 1-0 fyrir Þór. Þetta mark kom á 15. mínútu leiksins og Baldvin öruggur í markinu hjá Þór þarna og hann samar boltan. Og þjálfarar þessara liða eru gamal reyndir knattspyrnumenn, Jóhannes Atlason þjálfar Þórsara eins og hann hefur gert undanfarin tímabil og Guðjón Þórðarsson skagamaður þjálfar KA-liðið. KA-menn með innkast hér og hér er Þorvaldur Örlygsson. Hann er bróðir Ormars í framliðinu, laglega gert hjá honum, sendir boltan hér fyrir markið. En ekkert varð úr þessu. Halldór Áskilsson. Og hér er Erlingur, reynir að senda boltan yfir þeirra völlin en það tókst ekki hjá honum. Einar Arason stöðvar þetta. Nú í þessum leikjum KA og Þórs er oftast nær hart barist eins og gera maður ráð fyrir. Mig minnir að þessi lið hafi leikið 4 leiki í fyrstu deild fyrir þennan leik og 3 leikjunum enda með jafntefli, þannig að þetta eru hörkuleikir. Og hér er brotið á Þorvaldi Örlygsinni, hann gerir Jónas Róbertsson en ekki gróflega. Hann hefur snert þarna Þorvald illa eitthvað. Þannig að KA-menn eiga hér aukaspyrnu og það er Gauti Lagsdal. Aukaspyrnu sérfræðingur KA-manna sem tekur hana. Þórsarar sem sagt hafa skorað
úr sínu eina hættulega upplaupi. Staðan 1-0 fyrir þá hér. Og hér boltanum lyftinn á teginn og það Þorvaldur sem leggur hann á, sýndist þetta að vera Gauti sem átti smugu þarna en varnarmenn Þórs komust fyrir þetta. Jónas Róbertsson með innkast, Halldór missir á knettinum og Þorvaldur, geysilega skemmtilegur leikmaður Þorvaldur. Og Læginn með boltan eins og við sjáum hér. Einar, hann leikur á Einar Arason hér, Einar Árnason segi ég og boltinn aftur fyrir endamörk og hornspyrna. KM eiga hér hornspyrnu. Og Bjarni með skalla en Baldvin í markinu slær boltan yfir. Gauti Laxdal tekur enn eina hornspyrnuna fyrir KA. Gott skot þarna hjá KA-mönnum en í varnarveg Þórsara. Og þessar myndir sýna glöggt að það hefur verið töluverð pressa á Þórsmarkið en eins og kannski sjá má að þá léku KA-menn undan sterkum vindi í fyrri hálfleik. Jón Kristjánsson reyndi þarna að komast í gegnum þá en missti boltan út af en KA-menn eiga þó reyndar innkast og hér kemur það langt innkast inn á markteig en vindurinn feykir boltanum aftur fyrir mark. Hér Antoni Karl á flegiferð. Geysilega fljótur, nær hér boltanum, sendir hann inn á vítateig og Gauti Laxdal hér en áttar sig ekki á hraða boltans og missir hann til Baldvins í markinu. Staðan ennþá 1-0, markið gert á 15. mínútu, það gerir Guðmundur Valur Sigurðsson og hér eru KA-menn með boltan, sendingun á vítateig en aðeins og fast. Það var Antoni Karl sem átti þessa sendingu og Valgeir Barðarsson sýndist mér. Og hér aukaspyrnan enn einn og skot en framhjá. KA-menn meira með boltan, sækja meira án þess þó að skapa sér verulega hættuleg tækifæri. Þórsarar verjast vel en það er eins og Jóhannes Atlason sagði í viðtali eftir þennan leik í einu blaðana að það er eins og vant einhvern neista í Þórsliðið, neista sem hefur einkennt liðið undanfarin ár. Og það má segja að það sé orð að sönnu. Það er eins og Þórsararnir hafi ekki nægilega gaman að þessu öllu saman, vantar smá kraft í þá en þeir eiga þó hættulega skyndisóknir og marga góða knattspyrnumenn og mitt álit er það að það sé einungis tímaspursmál hvenær Þórsliðið fer að safna stigum. Hér er aukaspyrna tekin strax hjá KA og það er Valgeir Barðarsson sem á hér skot en rétt fram hjá markinu. Þetta var Bjarni Jónsson sem skallaði á hann þarna en Valgeir náði ekki að nýta sér þetta tækifæri. Og enn erum við í fyrri hálfleik. Valur hér með boltan. Erlingur. Góð sending fram völlinn. Hér er Þorvaldur með knöttinn. Og Björnsson til varnar. Og hér kemur Birgir Skúlason ætlar að hreinsa frá marki en boltinn fór þarna í félagans. Birgir, við sjáum þetta aftur hér, Birgir ætlar að hreinsa frá marki en það er Júlíus Tryggvason, samherji hann sem verður fyrir þessu skoti og af honum hrekkur boltinn í markið og KA-menn hafa því gert mark. Nú staðan í leikli var 1-1 og samvinnuferðir landsins standa einnig fyrir keppni hjá guttunum í hálfleik og það er bráðabanna keppni og að þessu sinni þá sóttu KA-menn að Þórsurum þar sem að þetta var heimaleikur KA í meistaraflokki en næst er þessi leika saman að þá sækja Þórsstrákarnir að KA-mönnum. Það er greinilegt að framtíðinni björt þarna fyrir norðan í knattspyrnunni. Að minnstakosti Júlíus með langt innkast hér. Og skot frá Einari en yfir markið. Þetta var gott færi sem við fengum þarna Þórsararnir og hér sjáum við nokkrar glefsur úr síðari hálfleik. Og það er Valgeir Barðarsson sem kemst hér inn fyrir en nær ekki að renna boltanum út. Birgir komst þarna fyrir þetta og þessi sókn KA-manna rann út í sandinn. Jónas Róbertsson bjargaði því fyrir horn. Nú áfram sækja KA-menn og það er Þorvaldur sem að sendi hér upp í hornið. Og boltinn er fyrir og skalli frá Gauta í slanna og hann fær boltan aftur en Þórsarar bjarga á línu. Erlingur með skot en fram hjá markinu. Þetta verðum að sjá aftur. Hér kemur skot frá Gauta eftir hann skallar í slanna en Þórsarar bjarga á línu og
og Erlingur skýtur síðan fram hjá markinu. Og Þórsarar áttu líka sína hættulegu tækifæri í síðari hálfleik. Og hér kemur eitt þrumuskot frá Jónasi og en glæsilega varið hjá Hauki í markinu þarna. Og hér kemur þetta umdelda atvik. Það Bjarni sem að brýst inn í vítateiginn og Nói sótti þarna að honum. KM vildu fá vítaspyrnu en Guðmundur var ekki á sama máli, Guðmundur dómari. Og hér sjáum við það. Aftur, nei, þetta fyrst Valgeir Ballarsson, hann kemur hér með síðasta tækifæri KM-manna í þessum leik og hér sjáum við reyndar þetta aftur. Nói virðist ná að